Allir jarðarbúar vilja lifa eins góðu lífi og hægt er. Því mikilvægt að ganga ekki á nærri auðlindum jarðar, öðru fólki og lífverum. Við þurfum að lifa lífinu á sjálfbærri hátt en við gerum nú. En hvað er sjálfbærni? Skoðum það aðeins nánar. Við vitum að allir jarðarbúar vilja borða hollan og góðan mat á hverjum degi og búa í húsi með rafmagni og rennandi vatni. Þeir vilja einnig hafa eitthvað það að segja í hvernig samfélagi þeir lifa og hafa rétt til menntunar, heilbrigðiskerfis og annarar grunnþjónustu. Við vitum líka að jörðin býr yfir auðlindum sem jarðarbúar þurfa að halda til að lifa, svo sem hreinu vatni, fersku lofti og fæðu. Hún býr einnig yfir auðlindum sem nýttar eru sem hráefni í iðnaði og framleiðslu. Það að jarðarbúar vilji lifa góðu lífi ræðst af því hvað jörðin getur gefið okkur. Þess vegna er talað um sjálfbærni, þegar allir jarðarbúar geta lifað góðu mannsæmandi lífi án þess að gengi sér nærri auðlindum jarðar. Það er að þær eru nýttar þannig að þær ná að endurnýja sig. Ef sumir nota of mikið, er of lítið fyrir aðra. En hvernig getum við vitað hve sjálfbæri lífi við lifum? Vistspor er aðferð til að mæla sjálfbærni. Vistspor segir til hve mikið við notum og hve mikið rusl og úrgang við búum til. Vistspor fólks getur verið stórt og lítið. Við viljum hafa vistspor okkar sem minnst. Vistspor er mælt í jarðhekturum og er einn jarðhektari 100 sinnum 100 metrar. Til þess að átta sig betur á stærðinni þá er það sirka eins og 1,5 fótboltavöllur. Vistspor er því það haf- og landsvæði sem við þurfum til að standa undir neyslun okkar. Því meiri sem neyslan er, því stærra er vistsporið. Jarðarbúar eru 7,9 milljarðar. Til að lifnaðarhættir okkar geti talist sjálfbærir má hver manneskja á jörðinni núna ekki nota meira en 1,6 jarðhektara til að lifa sínu lífi. Það er eins og að hafa tæplega 3 fótboltavelli til að búa til allt sem við þurfum, eins og matinn sem við borðum, efnið í fötin sem við klæðumst og fleira. Í dag er meðal vistspor í heiminum 2,7 jarðhektarar. Vistspor Íslendinga er mjög hátt, það er 12,7 jarðhektarar. Ef allir myndu neyta eins og Íslendingar þyrftum við 6 jarðir. Það sem útskýrir þetta háa vistspor er lífstíl Íslendinga. Óhófleg neysla, mikill meirihluti af vörun sem við kaupum eru fluttar inn frá fjarlægum löndum, notkun flugsamgangna er mjög algeng og Íslendingar nota einkabílinn mikið. Munur á vistspori þjóða er mikill og endurspeglar ójöfnuð heimshluta. Á Norðurlöndunum er vistsporið frekar hátt, á meðan það er undir meðaltal í mörgum löndum Afríku og Suður-Asíu. Með því að nota mikið, kaupa hluti sem er hent eftir stutt á stund, erum við að nota meira en jörðin getur endurnýjað. Þá lifum við ekki innan þeirra þolmarka sem náttúran gefur, heldur lifum við á yfirdrætti, líkt og þegar við kaupum eitthvað sem við höfum í raun ekki efni á. Það er því á kostnað komandi kynslóða. Þetta hefur ekki alltaf verið svona, en fyrir 50 árum í kringum 1970 fór mannkynið að byrja að lifa á yfirdrætti og aldrei í sögu jarðarinnar höfum við notað eins mikið og nú. Það er margt sem við getum gert til þess að hafa áhrif á umhverfismálin og sjálfbæra þróun og minnka þannig vistsporið okkar. Neysluþríhyrningur Landverndar er hannaður til þess að hjálpa einstaklingum við nákvæmlega þetta. Með því að styðjast við hann gerumst við ábyrgir neytendur. Þegar við kaupum eitthvað er góð regla að skoða hvort varan samræmist okkar gildum og spyrja okkur spurninga eins og frá hvaða landi kemur varan? Þá þeir sem framleiða vöruna mannsæmandi laun? Er hugað að dýravelferð við gerð vörunar? Er mikið gengið á auðlindi jarðar við framleiðslu vörunar? Hefur varan þungt vistspor? Oft getur verið erfitt að finna svörin við öllum spurningum okkar. Til þess að einfalda okkur valið er gott að þekkja viðurkennd umhverfismerki sem segja til dæmis framleiðsluhætti, umhverfisáhrif og mannréttindi. Það að endurhugsa neysluna felur líka í sér að skoða ferðalögin sem við förum í og hvernig við ferðumst. Förum við til dæmis á bíl í skólan eða hjólum við? Förum við í margar styttri utanlandsferðir á ári eða eina lengri? Því allt þetta hefur áhrif á vistspor okkar. Getur þú minnkað þitt vistspor? Mundu, við getum öll haft áhrif.